Una hrökk upp. Hún opnaði augun og sá ekkert, umlukinn algjöru myrkri. Í fyrstu áttaði hún sig ekki á því hvar hún var, en fékk það á tilfinninguna að hún væri að vakna á ókunnugum stað, ekki í eigin rúmi. Hún stirðnaði upp af hræðslu. Henni var kalt. Hún fann að hún hafði sparkað sængina á gólfið. Það var nístingskalt inn í herberginu. Svo settist hún upp, hægt og rólega, fann fyrir dálitlum svima, en jafnaði sig fljótt og mundi svo skyndilega hvar hún var. Á skálum á Langanesi, ein og yfirgefin í litlu íbúðinni uppi í risi. Og svo vissi hún hvað það var sem hafði vakið hana, eða vissi og vissi ekki. Það var erfitt að greina á milli draums og veruleika þessa stundina, skynjunin á mörkum svefns og vöku. Hún hafði heyrt einhvern hávaða, einhver hljóð. Nú rifjaðist þetta smám saman upp fyrir henni og hún fann gæsahúð myndast á handleggjunum. Þetta hafði verið stúlka, lítil stúlka fannst henni. Já, nú myndi hún þetta svo greinilega. Lítil stúlka að söngla vögguvísu. Hún þoldi ekki lengur við, fór fram úr, reyndi að rata í kolniða myrkrunni í áttina að rofanum á veggnum, svo hún gæti kveikt ljósið. Hún þurfti einhverja birtu, bölvaði að vera ekki með neitt lesljós við rúmið. Og samt þorði hún varla að kveikja. Myrkrið veitti þrátt fyrir allt, ákveðið öryggi. Rödd litlu stúlkunar endur ómaði í huga Unu og þessi vísa sem hún reyndi að rifja upp en kom ekki fyrir sig í augnablikinu. Þetta hafði allt virst svo raunverulegt en hlaut þó að hafa verið draumur. Skyndilega glumdi við hávaði, svo brothljóð og hún fann stingandi sársauka í fætinum og misti jafnvægið. Hver fjandinn hafði gerst? Hana langaði helst að æpa en hún reyndi að halda aftur af sér. Áttaði sig svo á því að hún hafði stigið á rauðvínsglasið sem hún hafði skilið eftir á gólfinu kvöldið áður. Þreifaði fyrir sér og fann að glerbrot hafði stungist inn í fótinn. Hún fann heitt blóðið seytla úr sárinu. Tók glerbroti varlegur fætinum, sársökin ólýsanlegur. Svo reyndi hún að standa á fætur, meira af vilja en mætti, og náði loks að teygja sig í áttina að rofanum. Fann hann ekki alveg strax, en gat svo kveikt ljósið. Herbergið ljómaði og hún leit snöggt í kringum sig, eins og hún byggist við því að sjá einhvern að inni. Reyndi samt á sama tíma að sannfæra sig að þetta hefði allt saman verið ímyndun, að þessi rödd hefði ekki verið raunveruleg, vögguvísan hugarbörður, að hún hefði leyft ímyndunaraflinu að hlaupa með sig í gunur. Hún haltraði aftur að rúminu og settist niður, lyfti fætinum upp og leit á sárið. Það var til allrar hamingju ekki eins djúpt og hún hafði í fyrstu óttast. Hún var alein í herberginu, fann að hjartslátturinn var að færast aftur í eðlilegt horf. Og þá mundi hún skyndilega vögguvísuna sem stúlkan hafði sungið. Lullu bía litla þrá, láti þig fagur dreyma. Og nú fann hún raunverulegan hroll hríslast líkamann.